Upplýsingar geta dregið úr óvissu. Fólk þarf að fá að vita hvar það stendur og hver staðan er. Það þarf að fá eins réttar upplýsingar og hægt er til þess að geti vegið og metið stöðu sína. Þegar upplýsingar eru að skornum skammti er allt á hætta á að umræðan byggist meira á tilfinningu en staðreyndum. Slíkt veldur alls konar sögusögnum og slúðri sem gerir lítið annað en að auka á vanlíðan fólks. Þess vegna á enginn að taka þátt í að viðhalda slíkum sögum, heldur að leggja meiri áherslu á að greina upplýsingarnar og láta slúðrið sem vindum eyrun þjóta. Við eigum að leggja áherslu á eðlilegt líf og þá meina ég að halda fast í þær daglegu venjur, siði og reglur sem við höfum haft áður. Það gefur okkur tilfinningu fyrir því að við höfum ákveðna stjórn á líf okkar, þrátt fyrir óvissuna, og það er gott. Þetta geta verið hversdagslegir hlutir eins og hvenær vaknaðir á morgnana, hvenær matatímar eru, samverustundum með fjölskyldunni og þess háttar. Það er eflaust erfitt fyrir þá sem búnir eru að missa atvinnu eða peninga og horfa fram á mikla erfiðleika að gera þetta. Það má hins vegar benda á að það er lítil hjálp í því að kúvenda öllum mörkum og gildum og skapa þannig meira öryggisleysi og óþarfa kvíða. Með því að lifa heilsusamlegu lífi styrkjum við hæfni okkar til þess að takast á við alvarlega atburði. Við þurfum að huga að mataræði, svefn, hreyfingu og því að taka ábyrgð á líf okkar. Ef við ætlum að ná tökum á streitu, þá þurfum við að breyta afstöðu okkar til fjölmargra þátta í líf okkar. Til dæmis þess hvernig við hugsum. Hugsanir okkar hafa áhrif á líðan okkar. Hugsum við í lausnum eða finnst okkur bara allt vera erfitt? Hugsum við það sem við getum breytt í stað þess sem við getum ekki breytt? Það er hjálplegt að skoða hegðun okkar. Er það eitthvað í henni sem viðheldur streitunni? Erum við alltaf á síðustu stundu með allt? Teljum okkur trúum að við vinnum best í miklu umróti og undir mikilli pressu? Sköpum við spennu, deilur og álag með hegðun okkar? Það er einnig gott að skoða hvernig við lifum lífinu. Njótum við lífsins eða erum við stöðugt að hlaupa á eftir strætisvagninum og náum honum aldrei? Skiptum við okkur á milli vinnu og einkalífs eða rennur þetta allt saman? Hvernig hlúum við að sjálfum okkur og byggjum okkur upp? Gefum okkur til dæmis tíma til þess að sinna öðru fólki? Njótum við þess sem er skemmtilegt og gaman? Með því að skoða sjálfan sig með þessum hætti, áttum okkur betur á viðbrögðum okkar og höfum þar að leiðandi meiri möguleika til þess að stjórna þeim. Við finnum að við erum öll búin styrkleikum og veikleikum. Galdurinn er bara sá að virkja styrkleikana og vinna á veikleikunum. Ef við getum það ekki sjálf, eigum við ekki að vera hrædd við að þiggja aðstoð.